Já, Óli, 3 sigrar, toppsæti og farsæll á EM staðreynd. Við hljótum að vera ansi ánægð með það. Já, bara mjög, bæði strákarnir og við þjálfarnir og allt teymið. Mjög sáttu hvernig strákarnir nálguðust þetta verkefni, frábær leikur á móti Póllandi og síðan bara mikil virðing í hinum 2 leikjunum þar sem þeir voru á fullu og og bara, já. Þetta hrúsaði líka sko, eftir Póllandsleikin að halda haus og fara ekki að gera þetta svona með hangandi hendi. Já, algjörlega, bara virðingin fyrir mótherrunum og líka það að það sem maður vill, ef maður spilar á móti betri mönnum, þá vill maður að þeir séu á fullu til þess að maður sjá hvar maður standi og allt það. Og þannig fóru þeir í þessa leiki og svo vorum við líka bara að reyna að laga hluti í leiðinni og maður fær alltaf mest út úr því með því að vera gíra sig upp. Og við náum að rúlla liðinu líka vel og allt það, þetta er bara mjög flott. Greiðlega góður undirbúningur og langur að skila sér. Já, bara, ég kem inn í þetta og tek við mjög góðu búi og frábær vinna með þessa stráka og þeir uxu mjög mikið síðasta sumar og þannig að fullt af hlutum sem að þeir eru orðin miklu betri eftir það sumar þannig að þeir eru að vaxa og nú er að nota sumari frábærlega vel og vera fullir sjálfstraust búa til góða umgjörðum á sem þeir eiga skilið. Ég held að HSI og HSI veit að peningunum held ég sé hvergi betur varið núna þetta sumar heldur en akkurat á þessa stráka og 18 ára strákana og yngri landsliðin og þannig að því það er bíða verkefni við þurfum að setja mikið fókus á það og við munum gera það þannig að við erum mjög spenntu fyrir fyrir sumrinu. Þessi yngri landslið sem að koma upp, getum við ekki sagt að framtíðin sé björt í íslenskum handbolta? Jú, en okkur hefur bara í fortíðinni tekið svolítið að stundum hafa svona kynslóðir horfið og kannski ekki verið passa nægilega upp á, við vitum þetta og við þurfum að læra af fortíðinni með það. Eins og ég segi, Einar Guðmunds er búinn að gera frábæra vinnu með þessa stráka og er núna með 18 ára liðið og síðan 16 ára liðið eru líka í góðum höndum 14 ára þannig að þarna verðum við að setja allan okkar brennipunkt þannig að jú, algjörlega. Rétt í lokin, hversu langt getur þetta lið fara á EM? Þetta lið bara held ég sé leiðum bara að segja, þið geta farið alla leið, það er ekki spurning en það þarf þetta er ungi strákar og auðvitað þó að hafa átt sér stað frábær vinna síðasta sumar og áður þá er ennþá fullt af hlutum sem ég geta lagað og við erum bara með það upplistað þannig að það verður nóg að gera.